Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. KEA-kortið minn hagur. KEA-kortið fyrir þig og þína. Félagar í Rótariklúbbi Sauðárkróks hafa frá árinu 2013 boðið Skagfirðingum á jólahlaðborð í upphafi aðventunar og var ekki brugðið út af vananum í ár. Þeir eru 26, allt karlar og koma saman 2-3 dögum fyrr til að undirbúa veisluna enda búist við 500-600 gestum. Þeir voru að leggja loka hönd á undirbúninginn þegar okkur bara garði. Hvað þið búin að skera niður mörg læri? Það veitum við ekki. Hvað þið vona mörgum? Ég minnst kosti 8 svona stampa sko, ég hef ekki hugmynd hvað lærin voru mörg. Og frammi í sal var allt að smella, búið að leggja á borð fyrir 500 manns. Það er óskaplega gott að hafa þetta. Það er raunverulega það sem að gerir okkur alla. Við býðum kannski eftir þessu allur hópurinn að taka á móti fólki hér. Þetta er bara gaman og þetta er gott fyrir samfélagið að fá þetta. Þannig þetta gengur skart, þetta er 2-3 tíma verk og svo náttúrulega kannski heill dagur þar á undan. Það verður að sjóða kjöt og gera allt klárt undir þetta. Svo erum við 2 tíma að setja þetta upp. Fólk kemur hérna klukkan 12 og það leitar ekkert standa á sig, það er yfirleitt komið. Og klukkan sló 12 og fyrstu gestirnir mættu. Ég er bara mjög ánægð með þetta. Þetta má vera hverju ári mín vegna. Nei, ég held að þetta mælist mjög vel fyrir, ég alveg tala. Já. Þetta er bara að lofa mjög góðu. Það er bara að skella sér í hangikjöti? Já. Og laufabrauðið og allt það. Væri ykkur að góðu? Takk. Hvernig kom þetta til að Rótariklúbburinn fór á stað með þetta? Þetta er nú góð spurning. Rótariklúbbar á Íslandi hafa nú oft unnið sín verk mikið í hljóði og það ber ekki mikið á þeim. Við erum bara kallar eða konur sem hittumst og fáum okkur að borða og höldum fund. Og það var svona verið að tala að við þurftum að vera kannski sýnilegri og hafa einhver svona verkefni sem að fólk vissi af og það kom upp á stunga að gera eitthvað svona. Og þetta var nú já, það var reynt að stað með þetta án að vita hvort þetta myndi virkilega hitta í mark en það í rauninni hefur gert það. Þetta er í 5. skipti sem við erum með þetta og þá ég held að hafi fleiri 100 manns komið í hvert einasta skipti. Þannig að fólk er bara ánægt með þetta og þakkar okkur mikið fyrir og finnst þetta gott framtak. Þó ekki fari mikið fyrir safnunarkassanum, þá safnast nú árlega talsverði fjármunir sem fara til góðra málefna. Það er mjög mikilsvirði. Það er náttúrulega segir sér sjálft að þetta er samvinnuverkefni þar sem að við og gestirnir okkar hjálpumst að við að gera daginn yndislegan og það bara skilar því að við getum hjálpað til við að skila aftur tilbaka inn í samfélagið og þannig að þetta er bara hringrás. Heiðursfélagi klúbbsins lét sig ekki vanta þó komin sé á tíræðusaldur. Ég finnst þetta mjög gott hjá þeim. Og ég var nú ekkert við það riðin að koma því á lakinn en þetta virðist vera komið til að vera sko. Hvað er eiginlega það besta við þetta, finnst þér? Já, það er nú kannski bara það að sýna fólki að Rótariklúbburinn er einhvers virði sko. Það er náttúrulega margir sem að telja það ekki vera mikið varið í svona félagskap eins og Rótariklúbburinn en það er nú bara misskilningur þetta er ágætis félagskapur og kemur oft mörgu góðu til vegar. Ekki var annað að sjá en að gestir kynnu vel að meta veitingarnar, já og ekki síður tónlistaratriðin.
ég held að það sé bara alltaf að fjölga hjá okkur. Þetta fleiri en var í fyrra alveg greinilega. Ég geti trúið að vera eitthvað 1500 manns sem hafa komið hér í dag. Ef ég trú, þá ég hafi ekki talið sko. Nei, það eru allir velkomnir. Það eru allir velkomnir og það sem nú kannski skemmtilegast við þetta að þetta í sko hádegisverða hlaðborð, þá koma bara heila fjölskyldur, börnin og bara allir og hér bara getur fólk slappað á og notið þess bara að vera til. En þetta gekk eins og í sögu, það var vanar hendur. Já, það má nú segja það. Við erum svona fannir að kunna þess betur á þetta heldur en fyrst og menn bara vaða í sín verk og vita hvað þeir gerðu síðast og klára sig því gjarnan og þetta gekk mér svo smurt. Mér finnst það bara flott. Ég man sko fyrsta árið sem við vorum með þetta, þá var svolítið afgangur og þá höfum við kannski verið duglegir að betla heldur en ekki vita alveg hvað við þurftum mikið og duglegir að betla hér út af fyrirtækjum styrki. Og þá var þetta aldrei afgangur og við keyptum húsgögn hérna inn á dvalarheimili aldraðra sem hérna frá sko til dæmis. Nú seinna lögðum við einhvern pening í svefnum sem Kívanismenn voru með hérna fyrir speglunartæki. Og svo, það afrækstur af þessu sem hefur farið í það og ef hann einhver meirinn þar til að starta næsta ári þá fer hann í eitthvað gott málefni. Og það verður jólahlaðborð Rótari að ári? Já, ég á von á því. Þetta nú alltaf einhver svona við þurfum að oftast næra diskutera þetta aðeins á haustinn sko, við hefum að leggja í þetta aftur sko, þetta stölver vinna og svona en meðan það gengur svona vel þá sé ég ekki hann að við myndum gera það. Og frá afskekkum bæ út í sæ og maður gleðjanum gleðileg jól. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. KEA-kortið minn hagur. KEA-kortið fyrir þig og þína.